Það sem að mun gerast ef ekkert verður aðgert, þá sýnist mér að það sem mun gerast er að Íslendingar muni veðja á Samfylkinguna og það allavega er það sem að maður les út úr þessum skoðanakönnunum. En kæru vinir, Samfylkingin, eins og það er nú ágætt fólk þarna inn á milli, þá kunna þau í rauninni fá svör önnur en þau að hækka skatta og þjappa valdinu saman og auka miðstýringu og auka eftirlit. Og slík stefna mun auka á vandan, hún mun ekki minnka hann. Og ég er nú ekki með neina kristalskúlu hérna á borðinu, en ég held að það sé alveg augljóst að þegar allt verður komið í óefni undir stjórn Samfylkingarinnar, sennilega með aðstoð Viðreisnar, að þá munu þessi tveir flokkar vilja stefna Íslendingum inn í Evrópusambandið og þá verður vissilega að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla það mál. En kæru vinir, þá verður að vera til staðar alvöru andóf í þessu landi. Það þurfa að vera til staðar helst á þinginu og í fjölmiðlunum menn og konur sem að halda uppi alvöru andófi, benda á það sem að telja má veikleika og telja má stór hættur, sem telja má háskalegt í því að framselja valdið úr landi, því að ef það verður ekkit andóf, þá er alla líkar á því að illa fari. Og því miður, mér þykir leiðilegt að segja þetta. En ég er ansi hræddur það, með að hvernig mál hafa þróast á Íslandi og þróast á þinginu, að þá sé ég ekki að sjálfstæðisflokkurinn í núverandi muni halda uppi þessu andófi. Mér þykir leiðilegt að segja þetta. Ég bara er uppalinn sjálfstæðismaður og ég er sjálfstæðismaður í hjarta mínu, en ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi yfirgefið mig algjörlega. Og ef við viljum standa vörð allt þetta sem ég er búin að tala í þessum þætti, ef við viljum standa vörð auðlindir okkar, og þá verðum við einhvern veginn að endur skilgreina stjórnmálin, því að mér sýnist það á öllu að sjálfstæðisflokkurinn kunni engin önnur svör en einkavæðingu og að koma verðmætum í hendur færra og færra fólks. Ég er ekki segið þetta til að vera leiðilegur, ég bara reyna að horfa á þetta bara út frá svona einhvers konar sjónarhóli sem kenna má við þjóðhollustu í anda Jóns Þorlákssonar, Bjarnar frá Vogi, Guðmundar Björnssonar landlæknis og vissulega ég ætla ekki að sleppa því að nefna Einar Olgeirsson heldur. Að þetta eru bara svona klassísk þjóðhollusta, þjóðvitund sem ekki er ljótt við. Við eigum að hugsa okkar eigið fólk, við eigum að skjóta skjólshúsi yfir Grindvíkingana, áðurnum förum að hugsa að reyna að bjarga öllum heiminum. Við þurfum að geta rekið hér skólakerfi með sómasamlegum hætti og heilbrigðiskerfi og vegakerfi og við eigum að geta varið landamæri okkar, við eigum að geta sett okkar eigin lög en ekki að láta aðrar þjóðir setja okkur eða erlendar stofnanir setja okkur lög og reglur. Við eigum að geta varið íslenska menningu, minnt börnin okkar á íslenska sögu, minnt komandi kynslóðir á þessa bara erfiðleika sem við höfum þurft að ganga í gegnum sem þjóð til að komast á þann stað sem við erum í núna. Við megum ekki í rauninni henda þessu frá okkur. Og ég bara hef velti fyrir mér hvort að það yrði einhvers konar niðurstaða að það yrði að stofna nýjan flokk. Ég get ekki slegið því föstu á þessu tímapunkti, en ég er ennþá á þeim stað að bara vera að velta þessu fyrir mér og ég vil bara segja við ykkur að síðustu að við að öllu óbreyttu, ef ekkert breytist, þá munum við tapa landinu frá okkur, við munum tapa frá okkur auðan við landsins og við verðum að kjósa fólk til áhrifa á Íslandi í framtíðinni þó að
Já, þó að það séu því miður ekki margir inn á þinginu í dag, vissulega einhverjir, fólk sem að vill vernda auðlindir þjóðarinnar, sem vill koma til móts við unga fólkið, skapa hér atvinnu, gera fólki kleift að eignast hér þak yfir höfuðið, gera fólki kleift að læra í skólakerfinu, einhverja hæfni sem gerir þeim kleift að standa á eigin fótum í lífinu. Alls ekki að útskrifa fólk eftir 10 ár úr skóla sem að fara inn á bótakerfið. Við þurfum að hlúa að eldra fólkin okkar sem búa við býsna bákjör eftir allt sem að þau hafa gert. Við þurfum að veita fólkinu í landinu von. Við þurfum að berjast gegn misrétti. Við þurfum að standa gegn endalausri skattheimtu, öllu þessu eftirliti og græðgisvæðingu og við þurfum að fara í þessa baráttu með heilindi og réttsýni að leiðarljósi. Og bara að síðustu, því að nú ég búinn að ljúka kannski minni ræðu, en ég held bara í ljósi þess sem að ég byrjaði á að fjallum, þegar við erum að reyna að skilja heiminn og stöðu þessara smáþjóðar sem að við auðvitað erum, að þá sjáum við að og sjáum við í rauninni birtast einhvers konar mynd af smáþjóð sem á í vök að verjast stórveldum heimsins, af vinnandi fólki, einstaklingum í landinu okkar sem á í vök að verjast gagnvart stórfyrirtækjum. Við sjáum kerfi sem eru að verða ónýt, sem eru að verða úr sér gengin, hvort sem það eru stjórnmálakerfið, menntakerfið eða heilbrigðiskerfið. En það sem er að gerast í Evrópu og mögulega í Bandaríkjunum er að fólk er að vakna og fólk er að kjósa gegn kerfinu, kjósa gegn þessari alþjóðavæddu peningahyggju, kjósa gegn þessu ólýðræðislega valdi sem að vill seilast hér til áhrifa og segja hvernig við að lifa. Og kjósendur á Íslandi verða að fara að beita sér gegn þessu úrelta gamla kerfi og með einhverju móti kalla eftir endurnýjun. Við verðum að fara að opna augun fyrir þeirri spillingu sem að viðgengst á Íslandi, fyrir því hvernig flokkarnir í rauninni hafa fólk á launum, útvega störf, útvega spóslur, útvega nefndasetu, útvega fólki laun í bankaráðum og víðar. Og við getum ekki á okkar tímum frekar heldur en 1923 eða 24 haft fólk á alþingi sem að vinnur gegn okkar hagsmunum. Eigum við að hafa fólk á þingi og víðar, fólk sem er stríðsæsingafólk og hellir olíu á eldinn árið 2024, gafst það vel árið 1914 út frá því sem ég var að tala um áðan, gafst það vel í aðdraganda síðari heimsstyrjaldarinnar. Hvenær kemur að því að Íslendingar fara að átta sig á stöðunni og fara að kjósa gegn ráðandi öflum? Ég held að í rauninni forsetakosningunum síðustu, þá vorum við með Katrínu sem að var í rauninni augljóslega fulltrúi valda klíkunar á Íslandi, studd af Sjálfstæðisflokknum og innstu koppum Framsóknarflokksins og fleiri flokka.